Já, komið sæl og velkomin aftur hér að Rauða borðinu. Nú ætla ég að fá að skjóta hér inn svona aðeins örstutt, fyrir utan dagskrána, menn hjá mér er hún Guðbjörg Ása Jóns Huldudóttir, aktivisti, vertu velkomin. Takk fyrir. Það bárust seinna í dag og eins og ég sagði utan dagskrár fregnir af því að það yrðu mótmæli á morgun, eitthvað sem okkur langar svolítið að segja frá. Hverju er það mótmæla? Félagið Ísland-Palestína stendur fyrir mótmælum á morgun fyrir utan ríkisstjórnarfund klukkan 8:45 í fyrramálið. Þessi fundir eru haldnir núna við Hverfisgötu 4. Á þessum fundi erum við sérstaklega þessi fundir er skipulagður sérstaklega til þess að fara fram á að forsætisráðherra standi við orð sín varðandi viðskiptaþvinganir gegn Ísrael. Ég get kannski bara vitnað í orð hennar, en við erum eiginlega að biðja ríkisstjórn Íslands eiga frumkvæði að viðræðum við Norðurlandaþjóðirnar hvernig er hægt að snúa sér í því að setja á viðskiptaþvinganir við á Ísrael. Og já, svona langar að vitna bara í orð hennar, ef ég má bara lesa hérna. Gjörðu svo vel. Þetta segir Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, í fyrra fyrir réttu ári síðan í grein á Vísi. Ef Ísrael virðir að vettu í ályktun öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna, ættu íslensk stjórnvöld að eiga frumkvæði að viðræðum við önnur Norðurlandaríki mögulegar efnahagslegar og pólitískar þvingunaraðgerðir gagnvart Ísrael. Ísland verður að leggja sitt af mörkum á alþjóðavettvangi. Þannig að þarna er hún ekki bara að tala viðskiptaþvinganir, heldur líka diplómatískar, bara stjórnmála sambands slita. En og svo er önnur, það kom viðtal við hann á Vísi í maí í fyrra. Það fer að verða ár síðan líka. Þetta er þegar að Kristrún er ennþá í stjórnarandstöðu, sjálfsögðu. Ef við værum í ríkisstjórn, þá þyrfti að sýna sama siðferðisþrek þegar að kemur að þessu baráttumáli og almenningur á Íslandi hefur sýnt. Við erum í mjög sterkri stöðu til að nýta rödd okkar á alþjóðasviðinu, bæði í að vera mjög sterk þegar kemur að fordæmingu, halda á lofti okkar sérstöðu þegar kemur að sögu og tengslum okkar við Palestínu, en líka að fara fyrir því og leiða samtal við Norðurlandaþjóðirnar að við sjáum pólitískar og efnahagslegar afleiðingar af því að Ísrael virði að vettu í allt það sem alþjóðasamfélagið er að þrýsta á þessa dagana. Þarna talar hún líka þessa fordæmingu, en við vitum að íslensk stjórnvöld fyrri ríkisstjórn og þessi ríkisstjórn núna hefur ekki séð sig fært að fordæma þetta þjóðarmorð og þjóðarnishreinsanir sem eru í gangi í Palestínu. Og fyrir utan þessi kvót þá kom fram í kosningabaráttunni að bæði Samfylkingin og Viðreisn og reyndarflokkur fólksins líka þau töldu að það væri verið að fremja þjóðarmorð í Palestínu, samt sem áður sjá þau sér ekki fært að fordæma þjóðarmorð. Og Samfylking og Viðreisn þau svöruðu spurningunni ætti að beita Ísrael viðskiptaþvingunum. Já. Báðir þessir flokkar, og nú eru þeir við stjórnvölin og hafa tækifæri bara til þess að standa þessi orð sín, og við viljum bara krefjast þess og halda þeim við efnið vegna þess að sorry, ég bara bladra. Ég bara endilega, þetta er þitt sviðið. Já, vegna þess að þó það sé það er svokallað vopnahlé. En við sem að fylgjumst með, við vitum að það er ekkert vopnahlé. Það er búið að drepa frá því að þetta svokallaða vopnahlé hófst
að þá hafa yfir 100 manns verið myrtir á Gaza í Palestínu. Fyrir utan fólk á Vesturbakkanum, 40.000 manns á Vesturbakkanum hafa verið displaced eða sett hrakið frá heimilum sínum. Þú veist, 90% af íbúum í flóttamannabúðunum í Jenin. Þú veist, þessum árásum heldur áfram, en það sem að ísraelski herinn að gera svolítið núna, þau eru líka aðeins að breyta taktíkinni þó þau séu áfram að myrða fólk, bara færri, að þeir stoppa alla neyðaraðstoð. Þannig það kemst ekkert inn á Gaza. Og þetta bara önnur aðferð við þjóðarmorð. Þetta bara önnur aðferð við það að myrða fólk. Það ekki vatn, það kemst ekki matur, það komast ekki lyf, það ekki rafmagn, skilur allar bara þessar nauðþurstir, sko. Þannig að þú veist, við getum ekki bara ekki sagt neitt. Nei, og það kom ansi hreint svört skýrsla út nú á dögunum, unnin af Sameinuðu þjóðunum, þar sem meðal annars var talið ansi líklegt að þjóðarmorð verði að ræða. Það einhvern veginn eins og það sé ákveðin træða við að segja hlutina bara beint út. Heldurðu að reiknaru með það þegar eftir að fá að spjalla þess við hana Kristrún á morgun og meðal annars efni þessar skýrslu og hvort hún sé búin að kynna sér hana? Já, við vonumst til þess og við erum alltaf bara bjartsýn og gerum fastlega ráð fyrir því að forsætisráðherra sem hefur tjáð sig með þessum hætti hafi áhuga á að spjalla við okkur. Við búum í við teljum okkur búa í lýðræðisríki sem nú oft talað Það er nú frasi sem að pólitíkusar eru duglegir við að kasta fram. Við búum í lýðræðisríki og í lýðræðisríki þá hlýtur valda fólk eða stjórnmálamenn að vilja hlusta á almúgan, er það ekki? Jú. Ef ekki að segja það? Já. Og svo Bandaríkin vörpuðu sprengjum á Jemen helgina og það er svo annað sem að það verður ekki farið mikið fyrir fordæmingu á þeim verkum heldur. Nei, akkurat. Þetta náttúrulega tengist, þú veist, þetta er náttúrulega galið og þú veist, öll þessi hræsni og allir þessi tvískinningur varðandi tala lýðræði og varðandi tala mannréttindi og mannúð og þetta er auðvitað bara pólitík, þú veist. Í hverjum erum við með í liði. Við erum auðvitað NATO-þjóð sem já, ég veit ekki hvort maður á að segja við sem hernuminn af Bandaríkjunum. Sumir myndi segja það. Sumir myndi segja það. En einmitt. Þannig að þetta fer þetta bara, þegar við tölum mannréttindi og mannúð, þá er það algjörlega skiljast okkar hagsmunum. Það er bara þannig, skilurðu. Og við vitum það alveg. Já, eins og við sjáum bara hvernig ofboðsleg virkni hjá ríkisstjórninni í málefnum Úkraínu og því sama er ekki fyrir að fara þegar kemur á málefnum Palestínu. Og það er þetta bara, þú veist, að við verðum náttúrulega að halda þær vilja halda Bandaríkjamönnum góðum og stöðu sinni í NATO og allt það. Minnst þetta sko áhugavert sko að því að núna þá telja þær sig sko útlitið er svolítið svona lúkkið er svolítið eins og það sé verið að aðhafast eitthvað. Já. Það er oft talað svona til dæmis er kvót sko við komum á framfæri afstöðu okkar, segir Kristrún. Það hittu forsætisráðherra Palestínu, eða það er að segja PA, palestínsku heimastjórnarinnar á Vesturbakkanum, kom á framfæri afstöðu. Þetta er svona orðalagið, við tölum fyrir friði, þið vitið, þú veist, maður hefur heyrt þetta. Það er líka greinagerð sem að Þorgerður Katrín utanríkis og varnarmálaráðherra tilvonandi
hún talar hérna greinagerð sem að Íslenska ríkið kom að framfæri eða skilaði til Alþjóðadómstólsins. Já, einmitt, bara fyrir svona mánuði síðan. Já, eitthvað svoleiðis. Hún var spurð að því hérna hvers vegna Ísland tæki ekki undir ákæru Suður Afríku á hendur Ísrael fyrir Alþjóðadómstólnum og svar hennar sko var það að Ísland væri sett fyrst Norðurlandana til þess að skila hérna greinagerð til Alþjóðadómstólsins og þetta eitthvað sem að dómstólinn hefur kallað eftir frá aðildarríkjum sínum sko. Má ég sjá og þessi greinagerð hún snýst að því að hún snýst það að þrýsta á Ísrael að fara að lögum sko varðandi mannúðaraðstoð og sinna skildum sínum sem hernámsþjóð að gefa nú fólkin að borða, skilurðu. Einmitt. Þú veist, þannig að þetta hérna, þessi greinagerð, sko, þetta hefur ekkert með að láta af þjóðarmorði og þjóðurnirhreinsunum og hætta hernámi. Þú veist, þetta hefur ekkert með það að gera. Þetta bara, nennið nokkuð að hleypa inn nokkum trukkum af matvælum, skilurðu. Þannig að, þú veist, hún svarar ekkert þessari spurningu. Nei. En hvert á fólk að mæta, segirðu? Bara svona, svo við höfum það, endurtökum það. Já, akkurat. Fólk á að mæta fyrir utan Hverfisgötu 4, neðst á Hverfisgötunni í Reykjavík. Þetta er bygging sem bara rétt fyrir ofan Stjórnarráðið og það er klukkan 8:45 í fyrramálið. 8:45 í fyrramálið. Já. Guðbjörg Ása, þakka kærlega fyrir. Eitt sem ég má minnast á við, bara fyrir gefðu. Ekkert mál. Að hérna líka bara vekja athygli á því að Sameinuðu þjóðirnar í september gáfu út svona tilskipanum að þjóðir, aðelda þjóðir ættu ekki að skipta við Ísrael og flytja inn vörur frá hernámssvæðunum. Íslenska ríkið samt sem áður í viðskiptum við risastórt ísraelskt fyrirtæki sem heitir Rapid og færsluhirðir og þetta færsluhirðir Íslenska ríkisins og þetta fyrirtæki sem að styrkir ísraelska herinn með beinum hætti og alltaf þegar þú ferð á heilsugæsluna eða skattinn eða póstinn eða eitthvað og borgar að þá eru við sem íslenski borgarar bara að styrkja. Þetta er beinlínis neitt til þess að styrkja. Við erum beinlínis neitt til þess af Íslenska ríkinu að styrkja þjóðarmorðið. Og við vitum það það var yfir 70% íslensku þjóðarinnar stendur með Palestínu samkvæmt skoðanakönnunum sem að Ísland-Palestína félagið gerði í fyrra. Já. Þannig að þau sem að ekki vita, þau hlutu þetta lítur að koma svona illa aftan að þeim með Rapid og algjörlega. Það eina sem við getum gert er að biðja að fá kröfu í heimabanka eða greiða með reiðufé í stæðan fyrir að borga með korti smá andof en við hvetjum fólk bara til þess að gera það meðan Íslenska ríkið hagar sér með þessum hætti. Og við mótmælum þessu öllu saman á morgun. Þakka kærlega fyrir Guðbjörg Ása fyrir að koma og segja okkur skjóta þessu svona inn við rauðaborðið mótmælja á morgun 8:45 á Hverfisgötu. Og hérðan skulum við setja punkt. Takk fyrir. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda.